mann langar mikið til þess að sýna ömmu sinni stundatöfluna sína. Þannig hann ætlar að setja hana upp hérna. Til þess að gera þessa töflu þarf hann að fara hér í insert hérna. Og hann fer í table sem þýðir tafla og við smellum hér á þetta og komum svona margir reitir. Og við ætlum að gera bara dagana. Það eru náttúrulega 7 dagar í vikunni. Þannig að nú erum við komið með reitina fyrir töfluna. Og ef við smellum hérna á þetta takk hér, þá veljum við töfluna. Þá getum við farið hér í home aftur, sem svona aðalsvæði sem við notum. Og ef við finnum þetta takk hérna, sem svona eins og rúðustrikað 4 rúður, við farið í örina hérna og borders and shading. Og hér það sem stendur style getum við valið hvernig ramma við viljum hafa. Ég er að hafa svona 3 línur hlið við hlið og ég er að hafa sem bara appelsínugulan ramma. Síðan er ég að að þá segi ég OK og þá sjáum þetta hvernig þetta verður. Þetta verður appelsínugult því ég velja sjálfsög bara þann lit sem þið viljið. Og ég er að hafa dagana hér. Byrja á sunnudegi. Þið sjáu hvað ég er fljót að fara milli lína. Ég þarf ekki að gera með músinni. Ef ég ít á taptakkan, taptakkin er vinstra megin á lyklaborðinu og það er mynd af 2 örnum. Stundum stendur tap líka. Núna sjáum við að letrið er kannski fullstórt. Þannig að ég dreiði við það og mikka það bara niður í til dæmis 10 og sjá hvernig það er. Það passar. Og ég er að hafa þetta á miðjunni á hverjum reit. Þannig að þá íti ég hér á þetta. Þegar ég er búin að fá rétta stærðina, þá ætla ég að líta núna reitina þar sem að daganöfnin koma fram. Og ég geri það með því að fara í fötuna sem er hérna. Það er hún hér. Eða ég fer hérna í þetta hérna og borders and shading og við förum hérna í lita. Það stendur no color núna því það er engin litur í þessu. En ef við förum á örina þá finnum við einhvern lit og ég er að hafa þetta svona ljósa appelsínugult. OK, þá sjáum við það litast þarna bakgrunnurinn. Síðan að lista skólan hérna. Skóli 8 til 12. En það sem ég geti gert líka er að kópera. Þá fer ég velja orðin, segi Ctrl-C, smelli svo hérna og segi Ctrl-V. Og ég uppgötvaði hér núna að þetta er ekki skóli á sunnudögum, þannig ég bara hendi því út. En á mánudögum er hann í fótbolta. Segjum bara klukkan 3:15 til 16 til 4. Þannig að ég ætla að kópera þetta að því hann er líka á miðvikudögum og líka á fimmtudögum. En þá er hann hérna á miðvikudögum er hann klukkan 2. Þannig ég ætla að breyta því. Og í fótboltan vil ég hafa sem sagt öðruvísi lit. Þannig að þá get ég farið hérna og alveg tekið skóla. Og þá get ég farið í fötuna til þess að velja einn og einn reit. Já, þá erum við búin að læra að gera töflu. Reitirnir, þeir stækka eftir því sem ég set meira inn. Þeir hækka ef það eru fleiri en ein lína eða orðin löng og það þarf að vera lengra. En oftast reynir taflan bara að hafa reitina eins litla eins og hægt er.